Herðu, þá erum við komin hingað aftur, það eru smá tæknilega truflanir sem að tæknideild samstöðurinnar núna fullu við að vinna að finna út úr hvað veldur því að við duttum það út. Þetta gerist ekki í gærkvöldi og vonandi mun þetta aldrei gerist aftur. En við erum komin að næsta dagskrárlið sem ástandið í Bandaríkjunum. Það eru kosningar að framöndan eftir 3 vikur og til að ræða bandarísk stjórnmál eru hingað komin Magnús Helgason. Þú erum komin áður að ræða bandarísk stjórnmál. Ekki einn persónu, bara... Já, ég genum Zoom. Já. Herðu, þetta mikilvæga kosningar? Já, það einhvern veginn þannig að allar kosningar í Bandaríkjunum einhvern veginn alltaf mikilvægastu kosningar á okkar, bara líftíma. Já. Og þessar engin undantekning og ég held að það sé töluvert það sé ekki úr lausulofti gripið. 71% Bandaríkjamanna, það er nýleg könnun, Annenberg könnun sem 71% Bandaríkjamanna segja að þetta sé að framtíð Bandaríkjanna velti einhvern veginn á niðurstöðum kosningana. Þannig að Bandaríkjamenn sjálfur virðast líta svo á þetta skipti máli. Og ég held að það er alveg tvískiptar fylkingarnar. Já. Og þá skiptir málið ekki hver nær að fá sitt fólk á kjörstað. Hvorri fylkingunni finnst þetta að vera algjör úrslitastund í sögu Bandaríkjanna? Já, og það er nú það sem er. Kannurnar núna að meða við allt og ef þetta væri bara venjulegt ár, einhvern veginn meðal árið frá stríðslokum, að þá ættu demókratar að vera að fara að bíða ósigur. Því að það er bara alltaf þannig að á öðru ári í í kjörtímabilskosningum á fyrsta kjörtímabili nýs forseta, að þá tapar sá flokkur forsetans atkvæðum og andstöðuflokkurinn vinnur á. Og aðstæðin í Bandaríkjunum núna eru þannig að Biden er með 41% eða hvað líka approval rating og hvort það eru 65% Bandaríkjamanna sem segja að landið sé á rangri braut og meða við þetta líka að þá ættu demókratar að fá allsherjar restjellingu. Afróð. Já. En þeir, það er ekki, það bendir allt til þess að þeir séu að fara að tapa meirihluta í fulltrúadeildinni og hvort að það eru 27% eða hvað álíka líkur samkvæmt Nate Silver á þeir haldi meirihlutanum og líkurnar að repúblikanir vinni meirihluta eru þá 2/3 og repúblikanir virðast vera með 215 nokkuð örugg sæti sín megin og þeir þurfa ekki nema 218 til þess að vera með meirihluta, þannig að það vantar bara 3-4 sæti til þess að ná meirihluta. Og demókratar eru að verja fleiri sæti og ekki með nema einhver 207 nokkuð örugg og þá eru 13 toss-ups og þá þurfa repúblikanar hafa miklu meira meiri buffer og miklu fleiri leiðir. Demókratar eru að hitta á alveg rosalega góðan dag. Nákvæmlega. Og og í könnunum að þá eru repúblikanar með 2,2% held ég sig cirka about generic ballot advantage. Og það ekkert voðalega mikið en demókratar þurfa að vera með 2-3% advantage til þess að ná meirihluta. Það sögulega hefur verið þannig. Þannig að repúblikanar eru með baked in advantage og þeir eru með 2,2% framjör, þannig að lítur allt út frá þeir fyrir að séra. Þar þetta bara alveg nýfjöft. Já, ég ekki samt búið með þetta vegna þess að 2,2% þótt að það ekki neitt mjög mikið því að það eru 3 vikur til kosninga og trendið hefur bara verið núna þannig að repúblikanar hafa verið að vinna á þannig að það er spurning svo hvort að þeir séu að fara að ná meirihluta í fulltrúadeildinni eða að fara að ná inn einhverjum bylgju og í steinustu stóru bylgju repúblikana, það var 2010 þá voru þeir með cirka 10% advantage á þessum tímapunkti 2014 sem endaði engu að síður með einu stærsta repúblikana þingi síðan á lokum seinna stríðs, að þar voru þeir á svipuðum stað, jafnærri kosningum og náðu að vinna þetta upp. Þannig að þar punkturinn er þessi að það lítur mjög illa út fyrir demókratana í fulltrúadeildinni og það er alveg eins líklegt að það verði verra og svo þegar maður bætir ofan á þetta að kannanir, eða allir samanlega að kannanir séu rangar og það séu fólk sé ekki að svara í könnunum og hvað, og sérstaklega repúblikanar.
Þannig að það er alveg eins líklegt líka að kannanum sé að undirmeta fylgi repúblikana. En síðan á móti, og það er síðan hitt, að því við vitum ekki hvernig það fer. Michael Moore spáði því núna fyrir hérna 1-2 vikur að þetta er þess að Rovember, að demókratar myndu vinna stórsigur vegna því að Hæstiréttur sneri við Roe v. Wade. Og það er síðan hinn parturinn af þessari spurningu, finnst mér, sem er þessi að sögulega miða við, ef þetta verður svona meðal árið, að þá væru demókratar frá einhverjum meiráttaraskellingu. Þeir lítast, eins og staðin er akkurat núna, lítar ekki út fyrir að vera að fara að fá hana, og það væri þá hugsanlega vegna þess að það sé ein bylgja sem cancel út aðra, að það sé og það er það sem Michael Moore vill meina, að það sé einhver djúp undiralda vegna Roe v. Wade. Demókratum muni takast að fá sitt fólk á kjörstað. Já, og þeir hafa að treysta það sjálfur, og Michael Moore segir bendur á að í Kansas þar sem hann kosið stjórnarskrárbreytingu 6 vikum eftir Roe v. Wade var snúið við, að þar mætir er það fellt í Kansas sem er eitt af íhaldsamustu fylgjum Bandaríkjanna. Og hann segist að ástæðan fyrir því var svo að það er 60% meiri kosningaþátttaka en í venjulegu ári. Og þar komum við hinum hópnum sem gætu hugsanlega verið að fara að breyta niðurstöðum kosningana. Og það séu 9 kjósendur sem er búið að skrá frá því að Roe v. Wade var snúið við í sumar. Og er búið að vera að vinna í því að skrá? Demókratar hafa verið að vinna í því, já. En þetta er bara svona, hvað getur maður eiginlega sagt? Það er eiginlega enginlega að vita fyrir við komum að kosningum. Því að stundum verða þannig þegar það var skráð svona fólk að þá er verið að skráða inn í kjördæmi sem að gossum eru unnin. Já, og svo er hitt sem er þetta, að kannanir sína síðan það að núna skipti spurningar þungunar af fólk ekki máli. Þannig að þegar kjósendur spyrir hvað eru mikilvægustu kosningamálin, og það eru 5% segja þungunar af. Og 40 og 47 það er bara efnahagurinn. Já, þá er það efnahagsmálin og verðbólga. Ekki atvinna. Og svo glæpir og innflytjendur og allir þessi mál Þannig að en þetta snýst efnahaginn eins og oft er í bandarísku kosningum og þessi stóru máli eins og Roe v. Wade sem hafa verið að mörguleiti það sem hefur endanum pólitíkin hefur hverstum, það eru þessi stóru menningarstríðsmál að þau virðast hreinlega ekki hafa sama púl og þau höfðu áður og þegar á hólminn er komið virðist ekki skipta tí máli sem við höfum verið að búast við í undanfarna áratugi og stjórnmálaskýrendur hafa alltaf hvað er það? Það er menningarstríðsmál, það er þau sem stjórn og ákvarða hlutin á endanum og ég held að demókratar hafi hreinlega verið að bara búnir að innleysa tékkan út á kosningasegur út fyrir Roe v. Wade áður en að kosningarnar voru komnar og hafi þess vegna ekki gert það sem þurftu að gera til þess að undirbúa þessu undir á árásir repúblikana á efnahags ástandið. Og ég meina Bernie Sanders hefur verið að benda á þetta og svo bara til þess sem svona dæmi hversu eldfimt þetta er að þegar hann kemur til þess að segja það við hefum kannski þurft á, við þurfum að leggja áherslu á efnahagsmálin að þá leggja áherslu á það bara í mörg ár í hverju einustu setningu þar sem að segja þetta fyrir demókrata sigra og breyta samfélaginu en demókratar hafa ekki verið tilbúinir til þess að gera það og hafa fókuserað á þessi menningarstríðsmál sem hafa ekki skilað sigri og virðast ekki ætla að skila sigri núna og eins og ég segi að Sanders þegar hann er að leggja áherslu á þetta við þurfum að tala efnahagsmál að þá er þetta svo viðkvæmt mál hann í hverju einustu setningu þarf að bæta við ég er ekki að segja að þungunarrof sé ekki mikilvægt ég er ekki að segja hvernig þetta sé ekki mikilvægt en það er vegna þess að að fyrir ofmarga kjósendur, fyrir ofmarga stjórnmálaskýrendur og fyrir ofmarga demókratar, þá er þetta einhvern veginn skilur annarkvort eru það þessi identity, menningarstríðsmál, spurningar siðferðilegar spurningar og siðferðismál eða efnahagsmálin. Þú þurfur að velja annarkvort, þú getur ekki gert bæði. Og það val sem ég held að sé falskt, að það hefur skilað bara þá stöðu sem þeir eru núna, að þeir eru að líklega að fara að tapa þessu. Þeir gætu haldið öllugardildinu og spyrja því. Það er veðjað á
svona vitlausa leik að kostningarnar snúist eitthvað annað en heldur að það muni snúast. Ég tók ég held ég sem gröf sem að ég tók saman sem að vera eitthvað könnuna því að menn að spurja svona hitt og þetta í aðdraganda kostningarna. Það eitt graf sem að sýnir svona hvernig Bandaríkjamönnum líður í svona efnahagslega og þarna kemur fram að það eru 45% sem að segja að þessi með veikari efnahagslega stöðu heldur en áður og 33% svona svipað að vera öðru en bara 21% sem að upplifa þessi og uppleið. Og það bendir til þess að kjósendur séu svona frekar svona gráir þegar mæta á kjörstað og svo erum við aðra kostningar sem spurt sko og áhyggjurnar eru verðbólga sem náttúrulega að éta upp kaupmáttinn og eitthvað fleira og það spurt sko hvorum flokknum treystur betur og það repúblikanir mala það þeir treysta kannski að því að eins og þú ert að segja áður að demokratarnir leggja mikla áherslu á önnur mál og svo líka spurt hvernig treystur betur fyrir bara efnahagsmálunum almennt og það það sama, það eru að Bandaríkjamenn treysta hægrinu, repúblikonunum. Og án þess þó að þeir hafi sko lagt fram neinar sko raunhæfar sko valkosti eða nein stefnumál. Annað en bara það koma böndum á verðbólguna. Já, lækka skatta. Draga úr sóun, hefur það ekki allir sagt þetta. Og það er þetta sem þeir eru búin að gera bara ár eftir ár og það hefur bara búið árangur. Og svo á móti held ég að sé það að demókratar hafa ekki verið tilbúnir til þess að sækja á þessum málum og til þess að leggja áherslu á eigin sko það sem þeir hafa skilað. En nú samt sko með Bernie Sanders og svo kannski það sem að svolítið hafði áhrifa á Biden þetta að Build Back Better sem eiginlega svona vísun í svona gullalda tímabil demokrata í efnahagsstjórnun í kreppunni og eftir því svona. Það vísað mjög sterkt í það, þannig að það eins og sé einhvað inn í flokknum sem að vill gera það. Minnir mér svolítið á Kristrún Frostadóttir vill færa samfylkinguna nær upprunanum og það er verið að vísa í það sama, þannig að þetta er sterkur þráður svona í kratíska vinstrinu. En á hverju næri þetta ekki í gegn í Bandaríkjunum? Það bara hugmyndin það að hægri kallinn fer betur með veskið eins og þetta á Íslandi? Það alveg furðulegt að Íslandingar trúa einhvers konar svona stereotypu sko. En svo, náttúrulega, ég held líka að á endanum að þá hefur hafa bandaríkjastjórnmál og samfélags átök seinustu áratugi hafa dálítið mikið snúist það hvort að ég snúa einhvern veginn tilbaka klukkunni og fara aftur á upphaf eftir stríðsárunni einhvern veginn áður en að upplausn 8. áratugarins áður en að upplausn 7. áratugarins áður en að uppreisn æskulýðsins og hipparnir og allt þetta hleypti allum siðferðilegum gildum í upplausn og minnihluta hópar fóru að vaða upp á dekk og það fór allt svona einhvern veginn að riðlast og undanfarna áratugi það hefur þetta svona snúist það við þurfum að vinda ofan af þessum samfélagslegu og menningarlegu breytingum við þurfum einhvern veginn að komast tilbaka aftur á svona einhverja gullöld sem ríkti eftir stríð þegar að pabbi stjórnaði og allir bjuggu í úthverfunum og hefur það bara gott og Þetta er Trump Já, en ef við skoðum samt þau átök sem eru núna að þau snúast ekki einhver svona einföld siðferðileg gildi eða fjölskyldu gerð heldur snúast þau vera beinlínis undirstöðu lýðræðisins þannig að við séum ekki lengur að takast á það hvort þeir snúa klukkuna aftur til 1950 eitthvað eða hvort við eigum að reyna að halda áfram einhvern veginn það sem frá var horfið hjá Franklin Delano Roosevelt heldur snúist það hvort við þurfum að fara aftur til 19. aldarinnar og endur heyja þau stríð sem þá voru háð Já Þannig að ég held að ég meina annað svona dæmi það hvers konar svona kaflaskil hafa orðið í bandarískum stjórnmálum að það var það að eitt af stærstu og mikilvægustu kaflaskilum 20. aldarinnar var það þegar að ný íhaldsmennirnir yfirgráðu demókrataflokkinn og gengu til þessu repúblikana og það upphafið að svona þessu valdaskeiði repúblikana sem við getum sagt að Trump svona seinasta útspilið í og það að við séum komið íhaldsamasta hæstarétti í sögu Bandaríkjanna frá millistríðsárunum eitt af afrekum þessarar hægri byltingar og hún byrjar með því að ný íhaldsmennir yfirgefa demókrataflokkinn og ganga til liðs við repúblikana og þegar Liz Cheney
yfirgefur republikanflokkin og verður að heiðursdemókrata í málaferlunum eða þessari rannsóknarnefnd yfir Trump. Að það er svona sem sagt merki það að þeir eru komnir tilbaka. Þeir eru búnir að yfirgefa republikanflokkin og komnir eftir demokratflokksins. Þannig að það er eitt svona hringur hefur lokast. Sem ég held að sé bara til marks það eru dýpri getum sagt ekki kannski struktúrar heldur, svona hugmyndastruktúrar sem eru að realigning themselves í Bandaríkjunum og við erum bara í miðjuna á slíku ferli. Og það er ekki ómúlegt að greina og sjá. Já, og það er þess vegna eins og þetta, við vitum ekki hver er að fara með þetta á kjörstað. Og ég meina eina stærstu ósvöruðu spurningunum í þessum kosningum er ekki hvor flokkurinn verður með meiri hluta eftir kosningarnar, heldur það hvort kosningarnar sjálfar muni ganga friðsamlega fyrir sig. Og þetta er náttúrulega fyrstu kosningarnar eftir árásin og það nákvæmlega, og ég meina það sem ég er að segja er þetta að Bandaríkin sem öll eftir stríðsárin var haldið á lofti sem einhvers konar a beacon of liberty and hope and democracy og order og civilization að ein af spurningunum sem við erum núna að spyrja sjálf okkur og í fullri alvöru þessa kosningar í Bandaríkjunum, hvort að þær fari friðsamlega fyrir, hvort að niðurstöður úr þeim liggi fyrir innan einhver skynsamlegs tíma, hvort að niðurstöðunar verði umdeildar eða ekki, hvort að það leiði til það er dálítið alvarlegt mál og það er mjög stórt það er mjög alvarlegt tímamót í bandarískri sögu bandarískri stjórnmálasögu eða ekki síður í vestrænni og á endinu þá er þetta náttúrulega bara hluti af svona stærri krísu vestræns lýðræðis sem við erum að horfa upp á allstærri kringum og í Bretlandi, á meginlandinu, í Skandinavíu, í Bandaríkjunum. Það er slæmt í Bandaríkjunum. Þetta er, já. Ég sá að greina það að meiri hluti frambjóðanda republikanaflokksins efuðust úrslit síðustu forsetakosninga. Já, ég held að þetta sé einhvern veginn þannig að 2020 þá voru 70% af kjósendum republikana töldu að Biden hefði sigrað eingöngu vegna einhvers konar kosningasvindls eða einhvers konar irregularities. Það hefur eitthvað verið óhreint mjöl þar í pókahorninu skýri sigur Biden. Tala núna er 61%. Það hefur ekki breyst. Washington Post minni maður frekar New York Times gerði könnun á þessu meðal 19 mikilvægustu 19 mikilvægustu kosningana öldungadeildarþingmenn og fylkisstjóra og í þessum 19 að þá voru 12 af republikunum neituðu að segja að þeir myndu samþykkja niðurstöðunar. Þannig að það er Þannig að það getur líka, er ekki bara kosningaúrslitin, það getur líka verið eftirmáli kosningar. Það er það sem ég er að segja, að kosningaúrslitin í sjálfur sér eru ekki það sem er mest spennandi. Ég meina niðurstöðunum kosningarnir eru líklega þær að republikanir eru að fara að vinna meirihluta í fulltrúadeildinni og þeir eru sennilega ekki að fara að ná í öldungadeildinni. Það eru 60% líkur á því að demókratar haldi því og 30% að republikanir nái meirihluta. Á þessum varaforsetanum, það verið 50-50. Og það getur vel verið að verða einhverju uppsett skilur á báðar bógar og það verður spennandi og það er gaman að sjá það og það verður en sama hvernig þetta fer að það mun það engu breyta það verður gridlock í Washington og það er ekki og það gridlock er búið að vera það sést þannig að hvað kemur úr kosningunum er sennilega ekki að fara að ráða úrslita áhrif á það hvað gerist í Bandaríkjunum næstu 2 ár. Menn svo næsta sem gerist eru bara forsetakosningar 2024. Hins vegar er miklu er óvissara og miklu meira spennandi að sjá. Það er tvennt. Annars vegar eru kannirnar að vanmeta kjósendahópinu með einhverjum mjög alvarlegum hætti og eru við annarkvort með einhvern mjög stóran íhaldsaman kjósendahóp sem er ekki að tilkynna sig í könnunum og sem mætir á kjörstað eða er einhvert svona undiralda sem Michael Moore er og ástæð fyrir vegum að taka Michael Moore alvarlega er það að hann sá fyrir Trump og hann telur að það sé einhver svona undiralda, kannski er hún ef hún er, þá er það mjög jákvætt en það er ekki víst, maður er ekki að sjá það í neinum könnunum en maður er ekki að sjá neinar sérstakar vísbendingar það. Þetta er svolítið spennandi og hitt sem er spennandi er það hvort að kosningarnar fari bara friðsamlega fram og hvort að eftirmálun verði friðsamlegur eða hvort að við séum að fara að horfa á einhvern annan 7. janúar. Það er bara fá enda í upphafinu að þú fórst að segja að 70% þetta að vera kosningar sem snýrust bara framtíð Bandaríkjanna. Venjulegur kjósandi republikana sem mætir á kjörstað. Hvað
Hvað sér hann að hættan sé? Ég sko, ef maður skoðar kosningaauglýsingarnar frá republikunum, þá snúast þær sem sagt efnaðarsmál en ekki síst glæpi. Og í glæpaauglýsingunum þá náttúrulega sem sagt hörundslitur þeirra sem að fremja glæpina eðli málsins samkvæmt ekki hvítur. Þannig að undirliggjandi þar spurningin sem sagt yfir á hvítar. Já, og þannig að sko á endanum held ég að fyrir mjög marga kjósendur semst þá snýst þetta það að samfélagið í einhvers konar upplausn. Það eru semst fólk sem öðruvísi á litin og öðruvísi en ég sem veldur upplýstum og sem að leysa það einhvern veginn upp og ég þarf að grípa til varna. En hinum einn, demokratin sem að gesta, hvað hann að? Er hann bara ansvar við þessu eða Já, sko, það sem sko, kosningaauglýsingarnar frá demókratunum, þær segja að þetta snúist rétt kvenna til yfirráður eigin líkama. Og hvort að það mótivera demókrata og kjörstað það svo að segja, það við eftir að sjá hvort að það tilfellið. Ég meina nú, bara senast í dag, þá lofar Biden því að fyrsta verkans eftir kosningarnar ef demókratar náum haldi meirihlutanum verði að senda lög til þingsins það að tryggja rétt kvenna til þungunarofs. Þannig að það greinilega það sem þetta ásóldi að snúast og þeir að treysta á að verði. En ólíklegt að það komist í kernum fulltrúadeildina? Já, ef þeir halda meirihluta, það það sem hann að segja, sko, ef þeir halda meirihluta þá ætla hann að senda þetta til þingsins. Hvort að það komist inn gegnum öldungadeildina síðan líka, maður á eftir að sjá það. En punkturinn sko sá að þetta eitthvað sem demókratarnir eru að veðja á og Michael Moore telur að þetta dugi. Bernie Sanders hefur miklar efasemdir það og ég hallast frekar að vera sammála Sanders, en nú sko eru ennþá nokkra vikur til kosninga og þótt þetta hafi snúist sko demókratum í republikunum í vil á seinustu vikum. Ég menn eitt gott dæmi þetta að í þessari könnun New York Times í september að þá voru hvítar millistættakonur í útkverfum voru 14% það var 14% forskot demókratar höfðu með hjá þeim. Í dag þeir verður snúist við 18% republikanar með forskot. Já, konum í útkverfum? Já. Og hvað gerðist? Þetta rosa glæpir og útlendingar, ég veit það ekki. Eitthvað svona. Og svo bara gleymist hitt. Það í það minnsta að þá sem sagt sko svona hlutir sem maður hefur getast sko stólað á til þess að segja fyrir hvað að fara að gerast. Eins og til dæmis sko menn sko stór og ég minnst því að sko rétturinn til þungunarofs ekkert bara eitt af menningarstríðsmálunum heldur beinlínis einn sko mikilvægast bara burðarbiti menningarstríðana. Og það mál sem þegar að og við gátum reynda að setja fyrir því að í maí að þá lekið þessari lekið því að Hæstiréttur ætli sér að snúa þessu við og það heyrðist ekki múkk. Það voru einhverja greinar skrifaðar og eitthvað skilur, það var ekkert outrage. Svo þessu snúið við, það einhvert outrage, það þetta í Kansas, en svo þetta semst bara furðulega lítið sem þetta hefur fengið af rými. Og það vegna þess held ég að það bara eru svo margir aðrir, djúpir brestir í þessu samfélagi sem taka athygli fólks. Þannig að þetta væri venjulegt ár og það væri, við varum árið 1990 eitthvað eða 2002, ég veit það ekki, þá kannski myndi hefði þetta náð að snúa kosningunum við. En það kemur í ljós, Magnús. Kannski hittust við aftur og ræðum bandarískt samfélagi án þess að tala kosningarnar því að það náttúrulega saga sem í gangi og kannski kosningarnar ekki munu kannski ekki breyta miklu, en það náttúrulega þetta samfélag sem að klofna og það verður bara klofnar meira og meira. Það gerir það. En sko við, eins og ég segi, á þeim vikum sem líða fram á kosningum, þá getur þetta skýrst og það bara, ástandi bara það, held ég, óskýrt og óljóst og kannir sína það kannir sína líka að það eldfimt og ég meina seinustu ár hafa sýnt að það eldfimt. Þannig að eldfimt og óljóst. Það spennandi. Herðu, við þökkum Magnús kærlega fyrir og förum frá Bandaríkjónum yfir í sérstæðs sakamál. Hér eftir augnablik.
Þá heldum við áfram sagnabálki sem við höfum verið með hérna við rauðaborðið að ræða líklega sérstakasta og áhrifaríkasta og afdrifaríkasta sakamál síðustu aldar, Geirfinns og Guðmundarmál. Og Sigursteinn Másson komin hérna. Þú hefur fjallað svolítið þetta mál og þú hefur fjallað sérstakt sakamál. Ert með röddina, bara það þegar maður heyrir sérstakt sakamál þá heyrir maður röddin í þér í huganum. Má ég byrja á því að spyrja svona Geirfinns og Guðmundarmál, þau eru bara stóra sérstæða sakamálið á Íslandssögunni. Já, þau eru náttúrulega mjög sér á parti og ekki bara Íslandssögunni held ég held að það finnist ekki sakamál, allavega klárlega ekki vestræni réttarsögu, þar sem að gæsluvarðhaldi og einangrun var beitt frjálslega eins og í þessum málum. Já. Ég held að það sé engin dæmi það. Það fyrir að fara til Guantanamo Bay til að sjá svona það sem að einangrun notað sem kúnataki. Já, í rauninni, rauninni það sennilega eina svona samlíkingin allavega á Vesturlöndum sem við höfum. Og það var eiginlega valla í Guantanamo ekki kannski skilgreint náttúrulega sem sakamál í neinum velum skilningi en það sem þetta er bara nota sem pynting. Já, þetta ég veit ekki hvort að að í Geirfinnsmálinu það hafi verið notað beint sem pynting heldur, eða það var kannski ekki tilgangurinn. Ég held að stór hluti af þessu gæsluvarðhaldi held ég skýrist af því þegar að rannsakendurnir eru eiginlega bara svona öngum sínum yfir því hvert þeir eigi að fara með þetta allt. Til dæmis allt sumari 1976 þá er fólk bara í geymslu bara í 3-4 mánuði og það er ekki að tala við það og svona, já, einmitt og til dæmis sagði Sævar við mig þá þetta sumar 76 honum fannst það miklu erfiðara heldur en í rauninni þegar var verið að berja á honum halda höfðun á honum í vaski og spila á vassræðsluna hans og nota strekkingar aðferðina á hann og þetta líkamlega ofbeldi sem hann varð fyrir þarna framan af í málinu honum fannst samt verra þegar hann var bara í geymslu og það var ekkert talað við hann og hann var bara að hugsa næst þá hættaði bara að koma með matinn Þú sagðir að það hefði verið sérstakt bara í Evrópu nú það er sería sem held að fólk geti nálgast á Netflix sem er bresk eða ekki það var BBC gerði útvarpsþátt þætti það var þýskur kvikmyndagerðarmaður blaðamaður sem að gerði þætti þannig að þetta hefur vakið athygli þetta er sérstakt mál sem að hefur dregið athygli fleira heldur en okkar að þessu máli algjörlega, þetta er hvað er það sem að stundum er sett að glögt sér gestaugað þú fylgst með þessu, hvað er það sem að Þjóðverjar og Bretar sjá í þessu máli Ég held að það sé nokkur atriði ég held að sé ekki síst bara þessi staðarind að það er þetta mjög sérstakt að fara með sakamáli þessa átt að handtaka allt þetta fólk og halda því í gæsluvarðhaldi svona óralengi þegar að þú ert ekki meinint glæp til að byrja með í málunu. Þú getur ekki sýnt fram á það að glæpur hafi verið framinn. Það vantar það vantar auðvitað líkin en það vantar líka allt annað. Það vantar öll sönnunargögn og það vantar öll vitni. Það vantar mótíf. Skilurðu? Já. Það vantar allt í málinn. Þetta er auðvitað þaralegandi er auðvitað alveg líka einstakt að þýleitinu til og þá þessum tíma þegar að Geirfinns og Guðmundarmálin eru í gangi þá held ég að það hafi bara verið eitt tilfelli í Ástralíu þekkt þar sem að einhver var dæmdur fyrir morð og það fannst ekki nema fingur en það hafi aldrei gerst að fólk hafi verið dæmt án þess að það fyndist nein lík þannig að svona það hefur síðan gerst seinna að
menn hafa verið dæmdir kannski fyrir morð á horfnu fólki, en það hefur þá aðalega verið sko tengt fjöldamorðum þegar hefur verið algjörlega sýnt fram á og sannað að menn hafi þá drepið manneskjur þar sem líkin fundust. En að fólk sé sem þetta dæmt fyrir tvöfalt morð og hvorugt líki finnst og engin sönnunargögn og ekki neitt í málinu, það held ég líka alveg einstakt. Þannig að það þetta tvennt sko, það lengd gæsluvarðhaldsins og einangrunarina sérstaklega, og annars vegar og hins vegar þetta með að það fannst aldrei neitt. Hefur hugmyndum af hverju þetta fór í gang, af hverju þessi mannskvör verða til þess að það spinnst upp öll þessi rannsókn og það sem er að reyna að fylla upp í eitthvað sem að þú lýsir sem að það ekki neitt í upp af við, það er bara, nei. Það ekki lík og það ekki vettvangur, það ekki morðvopn og það ekki mótíf og það ekki neitt. Nei, þetta algjörlega bara í lausu lofti allt. Og af hverju gerist þetta? Ég held að það verði að fara aftur til ásins 1972 til þess að átta sig á því og sjá hvernig svona stjórnendur réttarfarsins í landinu þegar þeir koma saman í tollhúsinu á Tryggvagötu og það verður þessi stemning að ná klúbnum og það er Kristján All Pétursson sem að keyrir það áfram að mikill eljusemi og ákefð og þá var hann búin mánuðum saman að njósna klúbbinn og njósna meðal annars áfengisflutninga úr ÁTVR á Lindargötu og fannst mjög grunnsamlegt hvernig áfengið sem að fór í klúbbinn fór út aðrar dyr heldur en annað áfengi og eitthvað var að merkingunum á flöskunum og svo var talið að það var hérna skattalagabrot og ýmislegt svona. Og það verður úrsamst eftir hennan fund að menn ákveða að semst lögreglustjórinn í Reykjavík svipti klúbbinn vínvindingaleyfi. Klúbbnum er bara lokað og innsiglað eitthvað sagði það? Já. Það hefði verið svona borðar fyrir örðunum? Sagði mér ykkur? Ég veit ekki hvað það hefði látið sér þetta var. En sko, og svo þekkjur þetta sko að hérna þeir kvarta til dómsmálaráðherra sem er Ólafur Jóhannesson og hann lætur ekki opna klúbbinn. Það er ekki sko, Kristján Pétursson og Hallvarður Einvarsson þeir sem að voru þarna á þessum fundi og aðrir, Þórir Oddsson og fleiri, þeir voru alveg á því að sko Ólafur Jóhannesson hefði látið opna klúbbinn aftur og þannig hefði svona pólitískum áhrifum og einhvers konar mafía væri þarna í gangi sko, pólitískum áhrifum verið misbeitt en það var auðvitað ekki þannig, heldur var það þannig að sko Ólafur náttúrulega sem lögsbyggingur sá strax að þessi aðgerð var, sem það var ekki lagastóð fyrir þessar aðgerð. Það var farið offari sko og það voru enga sannanir fyrir neinu ólöglegu á þessum tíma. Klúbburinn tengdist Framsóknarflokknum? Já, sko. Áttu húsnæðið? Jú, þannig það voru þessi eigna tengsl, en skilur, það var ekki hægt að sýna fram að það Ólafur hefði gert í rauninni neitt, sko, rangt, annað heldur, hann bara hefur samband við lögreglustjórann og eftir því sem ég sé best að þá bara lætur hann vita því að hans mati þá sé ekkert ólöglegt þarna í gangi en lögreglustjórinn taki sína ákvörðun og hann ákveður bara strax að opna klúbbinn. Og þeir líta á þetta sem pólitísk afskipti. Þannig þeir upplöfu einhvern veginn klúbbinn sem pólitískt fyrirbrigði. Var það ástæða fyrir því að þeir töldu þetta væri svona mikilvægt að út af því að klúbburinn tengdist eitthvað að Framsóknarflokknum eða voru þeir með hugmyndur að þarna væri svo stórkostlegt svik í gangi? Ég held að þeir hafi haft mjög sterka hugmynd það að þetta væri glæpa greni klúbburinn. Ég held að sko það hafi verið þjóriðan sko. Það bendir svo margt til þess og með tengsl á inn í stjórnmál og já, þú veist sko og þess vegna hafi þetta orð komið hann að mafía það er nú frægt þegar Ólafur svarar þessu síðan í þinginu og þá hafði þessar fréttir komið í Vísi og hann snýris út í það sé Vísismafían já, akkurat já, það skildi mafía er þetta og mafía skal þetta heita já, nákvæmlega sko en þetta eru þetta upphafið að því að það er þessi obsession gagvart klúbbnum
og sem að byrtist auðvitað því að fyrir þessi maður Geirfinnur litlaus einstaklingur hverfur, að þá gripa menn það á loftið að hann hafði verið í klúbbnum 2 dögum áður en hverfur, hann 17. nóvember 1974, þá hann í klúbbnum að skemmta sér á sunnudegi eins og tíðkaðist á þessum tíma. Já, það svo bara 100 manna, þetta var náttúrulega risastór skemmtistöð. Langvinsælasta skemmtistöð landsins, það voru allir þarna. Og hann akkurat þessum aldrei 32 ára sem bara, þetta fólk var þarna. Ekkert skrítið við það, en þeir ákveða sem sagt að gera úr því eitthvað grunnsamlegt og síðan eru þeir að keppast við að koma Magnúsi Leópoldsson inn í þetta, bæði með myndum sem þeir fara með til teiknarans, Magnúsar Gíslasonar í Garði, og láta hann teikna eftir mynd af Magnúsi Leópoldssoni og eru síðan að stýra teiknaranum. Þannig að sko þegar að teiknarinn búin að hitta Guðlaugu Jónasdóttur sem var eina vitni sem sá hann almennilega, afgreiðslukonunni í aflabúðinni, að þá mæta þeir á eftir og stýra honum, teiknaranum frá því að hafa þetta eins og vitnið lýsir. Þá hárið síkkað svona eins og Magnús var með og því skipt eins og hann greiddi hárinu og andlitið svona fært aðeins niður og gert eins og hann. Og hann auðvitað kallaði fyrir og yfirherslu Hauki Guðmundsson á lögreglustöðinni á Laugavegi. Þannig að þetta var allt saman sko þetta var einhver obsession að ná klúbnum. Svo tókst það ekki þarna. Heldur þeir hafi viljað ná Magnúsi inn í gæsluvarðhald til þess að einhvern veginn að þrengja að honum þangað til hann færi að játa alla þá glæpi sem þeir trúðu að því hann hefði verið tengdur? Ég held að það hafi verið hluta af þessu alveg klárlega, sko. Þetta sko, eftir að rannsókninni skilað, Keflavíkur rannsókninni skilað, ef maður rétt þarna 5. júní 1975 og það engin niðurstaða, það engin árangur, það kemur nákvæmlega ekkert út úr henni, annað en það að Kristján Pétursson búin að hafa frjálsar hendur að yfirheyra mennum alls konar smiklmál og einhver áhöfn á Goðafossi hjá Eimskipafélaginu sem hafði nákvæmlega ekkert að gera með hvarfið á Geirfinni og hann var búin að leysa eitthvað svona smiklmál og þá var kenningin svo að þeir hefðu hent út spýra svona, hvað heitir þetta? Já. Stórum brúsum sko. Og Geirfinnur hafi verið að sækja þetta á Bauju. Akkurat. Og falli fyrir borð og borð hafi verið Magnús Leópoldsson og Þótti Sigurbjörn hafi verið hann borð og svo seinna náttúrulega þegar krakkarnir komin inn í máli þá voru alls konar menn sem áttu að vera þarna meðal hans Ólafur Jóhannesson. Hann var aldrei tekinn til yfirheyrslu. Þannig að var það í sögunni að hann hefði verið þetta? Já. Þau komu með hans nafn líka. Það var eitt af því sem að mér raki rógastans með þegar ég fór að skoða þetta. Það voru allir þessar sögur sem að koma frá krökkunum á svo löngu tímabili sem að þróuðust í takt þó þeir væri öll í sikkur lagi í einangrun, gæsluvarðhaldi, Erla lengst af þá úti með barnið. En allar voru þessar sögur að þróast í takt, alls konar bullsögur og þau voru 2 ef ekki 3 sem kom með nafn Ólafs Jóhannessonar til dæmis. En aldrei var verið að gera eitthvað úr því að þau komið sér saman það. Það var bara gert varðandi klúbbsmennuna og Einar Bollason og Valdimar Olsen. En það margir fleiri menn geta verið í þeirri súpu. Þeir voru ekki teknir í gæsluvarðhald eða í yfirheyrslu svo mikið sem. Þannig að þetta var auðvitað hönnuð atburðarás. Það fór algjörlega böndum. Og dróin bara allt óskilt fólk inn í þá rannsókn. Já, þú veist sem að voru ekki, tilheruðu ekki sko uppaflegur í kenningunni. Nei. Heldur hélt bara sagan áfram. En svo var eiginlega skipt út öllu fólkinu sem... Já. Það var bara mikið fjölmennir sem átti að hafa verið í þessari dráttarbraut í Keflavík. Og ef var þetta trúa dómnum að þá náttúrulega þetta eitthvað stórkostlegt mál. Þetta samsæri margra manna morð og yfirhylmingu. Þetta eiginlega, ef sagan væri sönn, þá var þetta líka algjörlega uník mál í íslenskri réttarsögu. Og það eru auðvitað líka athyglisvert að dómurinn, Hæstaréttardómurinn 1980, hann sleppir auðvitað öllum þessum fjölmörgu sem að þau nefna í þessum leiðangri og í einangrunni, en sko þú veist, bara þessi 4 eru teknir út og settir í einangrun og sem sagt,
Þannig að sko þau eiga hafa komið sér saman að benda á þessa fjármenninga þann 21. nóvember 1974, 2 dögum eftir hvarfið á Geirfinni í Keflavík. Þetta á að hafa gerst í kjallaranum hjá ömmu Kristjáns Viðars á Grettisgötu 30. Til vara að þá hafði þetta geta gerst í landrófarbílnum þegar þau eru að keyra með líkið á Geirfinni í Rauðhólana. Nú leikur fyrir að þetta gerist ekki. Sem sagt, það ekkert lík þarna í þessu máli. Það búið að sýkna alla sakborningana mannshvarfsmálunum. Það fella niður ákjöruna. Já, síðan 2018. Það búið að fella þetta niður. Þannig að þessi fundur eru aldrei geta átt sér stað. Það eru útilokað og aldeilis ekki í þessum landrófir. En heldur ekki kjallaranum. Þau höfðu enga ástæðu til þess að hittast þar, sem sagt 19 ára gömul, til þess að plotta eitthvað eitthvað Geirfinn sem þau höfðu hugsanlega heyrt í útvarpinu að væri lýst eftir. En þann 21. nóvember 1974 að þá ekki talað þetta sem neitt sakamál. Þetta bara horfinn maður, bara eins og hverjum tilkynning. Hæstiréttur hefur samþykkt að sko, þau hefur ekkert komið nálægt þessu hvarfi á honum og hvernig þau þá hafa verið að koma sér saman eitthvað svona 2 dögum eftir hvarfið. En segjum að það sko hafi sá einstæði atburður í veröldinni og veraldarsögunni gerst að 3 19 ára krakkar sko sem að náttúrulega fyrir það fyrsta veit ekkert sko hver Sigurbjörn Eiríksson hafa aldrei heyrt minnst á það nafn sko þó að þau hafa hugsanlega heyrt eitthvað af Magnús Leopoldsson og Erla hérna hafði eitthvað tímann verið einhverju partíi þar sem var Valdimar Olsen og eitthvað svona en sko til að bera sér sök af glæp sem þau hafa síðan ekki framið vissur ekki hvort það hefði verið höfuð framið eða yrði grunur að væri framið. Nei og sko það náttúrulega eini tilgangurinn eins og Hæstiréttur lýsir auðvitað í dómnum 1980 eini tilgangurinn með þessum fundi auðvitað að koma sök af sér yfir á annan. Nú engin sök á þeim. Það var enga sök að koma yfir á annan og það á síðan hafa gerst 15 mánuðum síðar næstum því nákvæmlega 22. janúar 1976 þá á Sævar og notabenni það nú Sævar sem kemur með fyrstu skýrslan ekki Erla 22. janúar Sævar einangrun kemur með hérna klúbbsmenn Erla daginn eftir Tryggvum kvöldið 15 mánuðum setna þetta ægilega vel plottað allt saman í fullkomnu tilgangsleysi af því þau höfðu ekkert með þetta að gera. Þetta ótrúlegt. Og þetta niðurstaða endurupptökun endar. Þetta vera svona. Með því að neita Erlu endurupptöku. Já. Þá standi dómurinn sem að snýra þessu. Fullkomlega órökrétt og með ólíkindum að hérna menn sem að hafa sko klára 6 ára bekk þú veist þessir dómar að hérna þeir skuli leyfa sér að koma með þessa niðurstöðu. En áður við tölum hvað ég gera við þetta mál var ekki 97 sem að þú gerir mynd með Kristján Guy Burgess? Jú og Einari Magnúsi. Hvað var til þess að þú hafður var þetta upphafið af þínum ferli sem fyrir að fjallum sérsta sakamál? Var það þarna? Eða, jú, það var þann sko. Nei, ég hafði ekki og hef aldrei haft neitt sérstakann áhuga á sakamálum og hef ekki enn í rauninni mjög mikið áhuga á sakamálum. Ég hef meiri áhuga bara á svona mannlegum þáttum og af hverju fólk bregst við og gerir það sem það gerir. En af hverju gerðu þessa mynd? Þarna er Sævar í sinni baráttu? Ekki komið niðurstaðið eitthvað 97? Nei, sko, nei, það var það var síðan hausti, sko. Þetta er 1996 í janúar sem hann kemur til mín Sævar. Ég hafði þá aldrei hitt hann. Og ég hafði enga skoðun á þessu máli. Ég var 7 ára þegar þessi menn hverfa og ég man bara eftir því hafa ekið í Volkswagen Bjöllu frænku minnar þarna Suðurlandsveginn og hort á Rauðhólana og fundist þetta svolítið svona spúki og spennandi sko. En ég hafði enga skoðun á þessu aðra en ég taldi náttúrulega valla hefðu þessi dómar fallið algjörlega út í bláinn en augljóslega sko
Það hefur heldur ekki mikið verið fjallað Geirfinnsmálið eða frá dómnum og þangað til að Sævar byrjar sína baráttu. Þannig að svona þínum uppvastra árum var Geirfinnsmálið ekkert á dagskrá. Nei, og ég man eftir svona viðtölum við Sævar og hann var mjög fylginn og æstur oft og spenntur og svona vildi taka stjórnina þar sem hann var sko. En það hafði náttúrulega mist alla stjórn á sínu lífi alveg frá því að hann var barn og auðvitað út í gegnum þetta Geirfinnsmál allt. Þannig að hann stendur þarna fyrir framan mig, búin að komast inn í stigagangin á þess að ringja bjöllunni hjá mér og hérna með hefti undir hendinni og spyr mig hvort að ég sé til í að skoða þetta mál. Og ég var svona hvumsa og ég held að ég hefði bara ekki svarað neinu af því að þú veist, fyrir það fyrsta þá var ég mjög hissa að sjá hann og svona og ég var að huglega þarna bara til það tvöfaldur morðingi hérna bara fyrir fram að mig sko hann var nú sko auðvitað lágvaxinn og ekki kannski ástæða til þess að óttast hann mjög þarna en svona þetta var pínu mjög brá sko við þetta og ég ætlaði svona að neita honum en hann var ekki alveg þannig að hann tæki endilega nei sem svar en hann rétti mig þetta var nú að berjast úr eða vonlausu stöðu nákvæmlega sko og daginn eftir þá mætti hann með sko 2 risa pappakassa fulla af gögnum án þess að ég væri neitt að biðja hann það og hérna og ég skildi ekki hvernig hann fór að því að bera þetta sko hérna upp og eftir það var bara ekki sko það var ekki eftir snúið sko þegar þetta var komið bara inn í stofu hjá mér þá bara var maður að fara í gegnum þetta og þá sá ég náttúrulega alls konar hluti eins og til dæmis hvað vantaði mikið af gögnum í málið það var fullt af blaðsíðum sem vantaði í málið hvernig þá? Þetta var sko þegar þetta sett í allt saman gögnin fyrir sko sakadóm fyrst 1977 og svo fyrir Hæstarétt þá var þetta allt saman blaðsíðu svona einhvern veginn blaðsíðumert en það var greinilegt í eitthvað 26 heftum eða eitthvað? Já, ég held að við það 26-30 hefti og hérna sko uppálega er þetta eitthvað sett saman en síðan sko hefur verið auðvitað rifið út úr þessu eftir að menn voru búin að setja sem sagt gögnin í eitthvað blaðsíðunúmer og þá sá maður að sko að það voru svona göt í yfirheyslunum og já, það vantaði ýmislegt þar og svo var það náttúrulega þetta sem ég nefndi áðan að sko hvernig framburðirnir og alls konar ótrúlega dellu framburðir þróast í takt veist, bæði hvernig þeir koma inn og hvernig þau draga það síðan allt tilbaka hvernig þetta gerist bara og það er svo augljóst að rannsóknaraðilarnir eru labbandi á milli klefana þarna í síðumólunum og semja söguna já, bara í rauninni að stýra þessu sko, það er alveg augljóst þetta er ekki sko sjálfstæðar frásagnir og svo þegar maður fer yfir líka yfirheyrslurnar þá sér maður að sko þetta er ekki spurningar og svör sem er náttúrulega grundvallar atriði í sakamálum þú veist, þú verður að geta sko áttaði á orðréttu svari heldur eru þetta endur rit einhver sko, þeir eru að skrifa svona skýrslur þeirra mat á því sem að framfór á síðustu 5 til kannski 10 klukkutímum í sko, já, yfirheyrslu og það er ákveðinu 2-3 blaðsíðum og svo er einhvers konar undirskrift á það og oft á tíðum voru ekki undirskriftir Sævar til dæmis undirritar ekki fyrsta vitnisburðin sinn í Geirfinnsmálinu 22. janúar, hann undirritar ekki þá skýrslu Þannig að þú sástur að fara í gegnum þetta að það var eitthvað rannsóknin var léleg. Þú byrjaðir ekki á að skoða þetta með hugmyndina að maður svo vittir í stigagangnum hefði verið saklaus. Alls ekki sko. Þú kemur mjög kaldur að þessu. Alveg. Ég var alveg opinn fyrir öllu í rauninni í þessu og taldi frekar líklegt bara að þetta yrði svona frekar leiðileg lesning en þú veist Þetta sogaði inn. Þetta er svolítið svona mál. Þetta sogar, svo Tryggvi Hubner lýsti svo ágætlega það sagðist það var að neyða sig til þess að bara hætta að hugsa þetta mál því að hann hefði verið orðin óþólandi hann hefði verið hent út úr partíum fyrir að tala Geirfinnsmálið Þetta held ykkur mann sko og þetta náttúrulega ég misti heilsuna út af þessu máli og Þú vissu það? Já Ef þú er ekki hitt Sævaran þarna í stegunum að þá hefur haldið heilsu Já, það er alveg klárt máli í mínum, alveg örugt, sko. Og hvað lístu því að, Sko, ég er 29 ára og
og þetta gerist ég fer í þessa paranoju þegar að blaðamaðurinn minn í Þýskalandi sem að hafði verið í nokkra mánuði að grafast fyrir Karl Schütz og hann var þá að heilsuhæli suðu Þýskalandi, eitthvað rétt hjá München þegar ég hringi í hann í daginn og hann segir bara við mig, Sigursteinn, ég get ekki haldið áfram að vinna fyrir ykkur. Ég komin algjörlega út í vegg, það bara sko allt kerfið saman súrrað að koma í veg fyrir upplýsingar hennar mann og það bara meira átt á skjaldborg utan á mann og ég bara verð að hætta og þú veist, bara fyrirgjöðu og sama tíma að þá ég taka eftir því að það svona verið að keyra á eftir mér þú veist, og elda mig sko, þú veist, frá heimili mín og Kaplaskjólsvegi og þeir að fara á fundi með Einari Magnús eða Kristjáni Gæ og þú veist, þú veist þannig að svona smám saman þegar maður var líka sko á þessum tíma ég að byrja að skilja hvað málið í rauninni hrikalega, já, að það allt rétt að fara skerfið undir þú veist, stjórnmálin meira og minna fjölmiðlarnir auðvitað brugðust allir allt heila systemið sko og náttúrulega gríðarlega mikið í húfi, þarna eru ennþá menn á sínum staði, saksóknarinn og lögreglumennirnir komnir í stærri embætti innan lögreglunar, dómararnir sko, meira og minna þeir sömu. Það var margir einmitt eins og þú segir að það hækkaði í tign eins og sattir og komin í veiga mikil embætti. Já. Enginn vildi að þetta mál yrði líka upp. Nei, það var ekki á neinum óskuleista sko. Og fannst þér þó vera svona inn í þessu að Já, ég náttúrulega var með félaga mína. Það var sem hópu á þessu tíma var svona einhver hópur svona sem var í kringum Sævar og fleiri sem voru svona að hjálpa til með... Jú. Já, það var, sko, ég tengdist því nú ekkert, sko. Ég reyndi að halda mig alveg bara við þessa rannsókn og... Sem blaðamaður, þú vildir ekki ganga inn í eitthvað svona költ í kringum. Nei. Þetta mál. Ég var mjög að reyna að passa mig á því, þú veist, að ég væri ekki málsvari Sævars eða málsvari sakbortingana, sko, þú veist, og ég hefur rauninni alla tíð reynt að gæta þess að ég sé ekki þar, sko. Ég er ekki neitt baróttu í þessu. Annari heldur en sko því að bara halda á lofti staðrindum í málinu. Og svona, en þarna... Og blaðamenn gera það þegar þeir eru að taka upp leipa hinnum rallausu, gefa þeim rödd að það náttúrulega standa þeir með þeir sem eru kúaðir eða veittir, það er Já, ég meina það er eiginlega ekki hægt að vera alltaf einhverju hlutlausi stöðu. Nei, og eins og þú þekkir betur en ég, sko, þú veist, þú ert náttúrulega ekki hlutlaus sem leið og þú bara vilur viðfangsefni. Og það er ekkert sem heitir hlutlausi í blaðinu, sko. Þannig en þarna allavega, semst að sko sá ég að hérna þetta mál sem ég hélt að væri bara svona kannski forvitnilegt pínu klúður sko að þetta var alveg hrikalegt mál og á þessum tímapunkti þegar ég veikist að þá semst ég að missa blaðamann í Þýskalandi og ég að átta mig á því líka að sko eins og Karl Schütz lýsti náttúrulega í Süddeutsche Zeitung eftir að hann kom aftur til Þýskalands og var búin að pakka málunum saman hér að þá snýrist þetta það að bjarga íslensku ríkisstjórninu og komið veg fyrir að alþýðuflokkurinn, alþýðubandalagið hérna kæmist að stjórnarborðinu af því að þau ætluðu að reka herinn úr landi og fara úr NATO út af þorskastríðinu sem í gangi hérna 76 líka. Þannig að sko þegar að svona þegar að ráðuneytisstjóri vesturþýska innanríkisráðuneytisins hittir sendiherra Íslands í Berlín á fundi á Akropólishæð vorið í maí 1976 rétt bara viku eða 10 dögum eftir að fjármunningunum sleppt úr haldi og málið í algjöru uppnámi þá sko þá sá fundur til þess að hjálpa íslensku ríkisstjórninni skilur það, hann snýst ekki í rauninni það að komast að þínu sanna staðreyndunum
og skapa eitthvað réttlæti í þessu sakamáli. Hann snerist að bjarga íslensku ríkisstjórn. Menn það litið svo á að klúður í þessu máli myndi svona fella lögmæti stjórnvalda eins og stundum sagt. Já, því öll spjót stóðu á Ólafi Jóhannessyni út af náttúrulega þorskastríðinu og svo líka út af þessu sakamáli. Þannig að formaður annars stjórnarflokksins, hann var bara í meiri háttar vandræðum og öll þessi umræða einmitt mafíuna, klubbin og framsóknarflokkin og hvernig og það var öllu ruglað að blanda saman. Þetta sem gerðist 1972, það var sett í það samingi að Ólafur Jóhannesson hefði verið að hilma yfir með morðingjum. Og fólk trúði þessu. Þannig að hann í meiri háttar vandastattur. Náttúrulega hluta sjálfstæðisflokknum, Þorsteinn Pálsson og Vísir eru að berja honum líka. Meðan hann og líka meðan hann í sko ríkisstjórn, vinstristjórninni 72, ástæðu þegar þú ert að lýsa því þegar klubbmál raunverulega byrjar og þetta mál byrjar, það eru fleiri þú sem að vilja rekja Geirfinnsmálið til klubbrannsóknarinnar að þá hann í vinstristjórn og þá Vísir sem sækir að honum og svo aftur það var gefin út bók Geirfinnsmálið núna sem ég gaf einum viðmælanda mínum bókina sem ég átti, eintakið það heitir eitthvað Mál 132 eða eitthvað, Klefi 122 ég man ekki alveg hvað heitir bókin já, ég held að það hafi verið mál en þar svolítið gert út úr því að upphafið þá hafi verið svona vilji til þess að grafa undan framsóknarflokknum meðan að var í þessar ríkisstjórn vinstristjórninni sem að var ríkisstjórn sem að var með á stefnumskósinni að reka herinn. Já. Þannig að við erum hann í djúptin í sko kaldastríðs svona átökum. Ég meina það alveg skjálfest að sko á NATO-fundunum sem ég með minnir að hafa verið í Oslo þarna 1976 að þá verið að ræða það mjög alvarlega að að sko ríkisstjórn Íslands hún verði að standa vegna þess að stjórnarandstaðan allar úr NATO. Þannig að það bara verði að vera þannig og menn auðvitað eru líka að segja skilur við getum ekki hjálpað Íslandi í þessu máli gegn Bretlandi, þessu þorskastríði en það sem að síðan gerðist náttúrulega með Þýskalandi var bara að það var svona vinaleg hönd á öxl sko, við getum ekki hjálpað ykkur með þorskastríðið en við getum hjálpað ykkur með hitt. Þetta stort mál eins og að heyra af samtal okkar tegir ánga sína víðar. Það hefur komið fram núna oft krafa að það verið sett svona rannsóknarnefnd alþingis Geirfinnsmálið. Telur það vera líklegri farveg heldur en að Erla reki sitt mál og fái endurupptöku? Heldur að þetta mál það sé margt í þessu máli sem þannig að það sé tilefni til þess að vera með rannsóknarskýrslu upptök þess og hvernig þetta framþróunin varð á kannski á öðrum vettvangi heldur en að kannski réttarkerfi sjálf getur? Sko, það náttúrulega búið að tæma allar leiðir í rauninni fyrir Erlu í dómskerfinu innanlands og þessum fráleita endurupptökudómi verður ekki áfrýjað en mögulega til Mannréttindadómstóls Evrópu en ég býð af því að málið þetta að endurupptökudómurinn gerist sekur það að skoða málið ekki í samhengi það augljóst að þeir ákveða niðurstöðuna fyrirfram og eru síðan í því að koma með hundalógík til þess að rökstyðja réttlæta þess að fyrirframgefnu niðurstöðu. Spurningin bara sko ef þetta fer til Mannréttindadómstólsins það meiri háttar mál að útskýra samhengi þess sko fyrir Íslendingum hvað þá fyrir einhverjum dómurum þarna úti í Evrópu sem að viti ekki hausins borða þessu öllu saman. Endurupptökudómurinn lítur einangrað á Erlu, kemst að þeirri niðurstöðu að hún hafi í janúar 1976 ekki verið undir óðurlegum þrýstingi. Það liggur samt fyrir að hún var í vikulöngu gæsluvarðhaldi í desember, tekin frá 11 vegna dóttur sinni. Þannig að hún vissi vel hvað hún ætti yfir höfðu sér ef að hún væri ekki samvinnu
þýð, samvinnu góð við rannsakendurna. Það við svo nákvæmlega. Þetta segja þeir samt að hafi ekki verið ólegur þrýstingur þó að þetta sé alveg gríðalegur þrýstingur á unga stúlku með lítið barn. Það er ákveðin hætta held ég á því að dómstóll í Evrópu myndi fara í svona einhverja rörsýn á þetta sömuleiðis og ekki skoða samhengi málsins. En þetta sem þú varst að lýsa áðan að það að hún sé að bera sök af sér út af glæp sem ekki var framinn og hún tegndist ekki með við aðra dóma. Já. Það eru þetta svona þeir ætti ekki að skilja það. Já, hvert 6 ára barn ætti að skilja það. Já, akkurat sko. Jú, þannig að ég held að hún er absolutt að reyna þetta en með rannsóknarskýrslu að Geirfinnsmálið sé svo stort mál í íslenskri sögu og íslenskri samtíma að það verðskuldi rannsóknarskýrslu. Já, sko jú, sennilega þá bara væri það gott en ég hef bara svo mikla ágjörð því að við búum hér í svo mikla málbúa samfélagi, þetta er svo mikil kartumbær hérna, að sko það sé ekki hægt að finna fólk í þetta til að gera þetta almennilega. Það held ég áhyggjefnið sko. Þú ert að missa trú á íslensku samfélagi? Ég misti náttúrulega alveg trúna á það sko 97 þegar og líka þegar að Hæstiréttur hafnaði endurupptökukröfu Sævarstafnum haustið, þættirnir okkar voru frumsýndir í maí 97 segi ég, 97 og haustið þá í ágúst seinnipartinn í ágúst þá fer Sævarinn í Hæstarétt og fær höfnun. Þá svona þá blasti við mér bara þessi ógeðslega samtrygging sem að hér er. Þetta er samfélag sem að leggur ekki áherslu á það sanna komið fram. Alls ekki alltaf og alls ekki þegar það er óþægilegt. En þetta með rannsóknarnefndina sko auðvitað verður að reyna að gera eitthvað en ég held að það þurfi erlendar sérfræðinga til þess að koma því, kannski ekki alfarið. Og ekki Schultz. Nei, sko, þegar ég nefndi þetta við þingmann, að þá var sagt já, einmitt, það er svo góð reynsla því og áttan alltaf við 70. En sko, hann var náttúrulega ekki fenginn sem sjálfstæður, óháður rannsakandi, sko. Hann var náttúrulega bara fenginn til að pakka málunum saman á tiltekinn hátt. En já, ég held að sko, þarna þurfum við að koma til sakamála sérfræðingar, erlendir einhverjir og það þarf að gera þetta virkilega vel þá sko. Við getum ekki haft bara einhverja 3 úr háskólanum. Herðu, 97 þá er myndin sýnd sem að þú bjóst til. Hún hafði mikil áhrif á þig, veitu það. En hún hafði líka mikil áhrif í samfélaginu. Fannst þér það að hún næði einhvern veginn að hreyfa til, hvað við að segja, almenningsálitið? Hvað er þessu máli? Varstu ánægð með myndina og viðbröðum við henni fyrir utan hvernig Hæstiréttur síðan sko ef ég hefði verið að gera þessa mynd í dag þá hefði ég gert sko allavega 6 eða 8 þætti sko, en því að þarna voru við að reyna að pakka saman gríðarlega stóru máli í 2-50 mínútna þáttum og svona þegar ég sé myndin í dag þá átti ég með því að hún hefur reynt mjög áhorfendur að það eru gríðarlega miklar upplýsingar þarna en það sem að mér fannst gott var að það var ekki eitt einasta atriði í myndunum hrakið af þeim loknum og það svona benti til þess allavega að við höfum gert eitthvað rétt í því af því að það var nú ekki eins og að það væri ekki miklu hagsmunir að gera lítið úr þessari mynd þannig að það var ekkert sem kom þar fram sem var hrakið ég heyrði síðan að og Erla hefur talað um það til dæmis að eftir að hafa gengið hér götur og verið útrópuð og hrækt á hana og útilokuð frá vinnu og öðru sko að þá hafi hún fundið að afstæðan til hennar breyttist eftir að myndin voru sýndar og það hefur Nú margir til að taka á mótinni og leyfinni að vera í sínu samfélagi þó svo það væri kannski ekki allir Nei Hún gat lifað hérna Og ég man líka sko að Hrafn frændi Jökulsson, hann var þá ritstjóri held ég á
kannski mannlíf eða heimsmynd eða einhverju slík, já, eða heimsmynd, það getur verið líka. Held ég sko. Hann lét gera sko skoðanakönnun og þá kom í ljós, ef maður rétt að sko 70% eða rúmlega það töldu að rangi dómar hefur verið felldir. Þannig að og svo 2 árum setna, 99 minni mig, að þá segir Davíð Oddsson, sem þá var forsætisráðherra, að hann teldi þarna hefði átt sér stað dómsmorð. Já, og mörg dómsmorð, sagði hann sko. Hann talaði um mörg dómsmorð og sagði, þú veist, ég hef kynnt mér ýmis mál í öðrum löndum og þetta er bara það versta. Þannig að það var mjög magnað að fá það frá forsætisráðherra þáverandi sko. Já. En talandi menn sem hafa kynnt sér málið, því ég hef sittið hérna og verið að tala við fólk sem hefur áhuga á þessu máli, að þá sendi fólk mér alls konar hluti og mér annars var sendið mín greinagerð sem að Brynjar Níelsson skrifaði. Þar sem hann var eiginlega að færa rök fyrir því að miða við það sem var lagt fyrir dómarann á sínum tíma, að þá hefur komist á réttri niðurstöðu. Ég myndi út að lesa þessa grein. En hann nefndi myndina þína og eitthvað að tala það að þeir hafi ekki flokkað þessa mynd sem heimildamynd í upphafi, en það hefði síðan verið gert í endursýningunni og hann gerir svolítið mál úr því. Hverjir hafi flokkað sem heimildamynd? Að þið, höfundarnir, hafi ekki kallað myndina heimildamynd í upphafi, en síðan í endursýningu hafi hún verið sögð heimildamynd hjá RÚV. Og hvað var hún þá fyrst? Það er það sem ég ætlaði að spyrja þig. Nei, þetta er náttúrulega bara eitthvað rugl sko. Já, þetta voru alltaf heimildamindir sko. Já, en hann lagði mikið upp á þessu. Já, menn hafa reynd að fara einhverja krísuvíkuleiði til þess að passa upp á félagar sína. Já, en hverjir í þessu svona, hvar kemur svona mesta vörnin fyrir því að ræðitamál taka þetta upp? Er það persónulegt þeir sem að tengjast þessu eða er það þeir sem að vilja einfallega bara verja réttarkerfið eins og það er og vilja ekki að það gangi gegnum þá raun að það verði fjallað þetta mál? Já sko, það sem að blasir við er að og menn held ég gera sér mjög vel grein fyrir þessu að ef að Erla er sýknuð að þá er náttúrulega keisarinn ekki lengur inn einum fötum og þá liggur fyrir að sektin hefur alfarið flust yfir á rannsóknaraðilana yfir á Íslenska ríkið þar sem hún á náttúrulega heima. Já. Og hefur löngu en akkur óttast fólk það, 50 ára síðar? Já sko, þessir menn eru auðvitað komnir á eftirlaun sem að báru ábyrgð á þessu helst og rákuðu þetta áfram en þeir eru margir á lífi og þannig ég held þetta sé öðrum þræði sko persónulegt, við búum náttúrulega bara við það að það eru allir sko í sama óratórs og þetta eru menn sem að eru bara að deila gleði saman sko og kannski sorgum að einhverju leiti líka sko. Og regla sér svo að við verjum okkar menn. Við látum ekki utangarðsmenn eins og þið koma og bera sök á okkar menn, en við verjum þá. Þetta er svona eins og mafía, þess að við tölum mafíuna. Svona hefða mafía sér. Við verjum okkar menn óendalega. Já, og svo bara en mætt með þögninni og þeim bara ganginum og þetta þú veist og bara ok, við látum við tökum bara þennan storm sko og gerum það bara allir saman, við bara erum allir saman í því og allt þetta og svo er einhverjum svona einstaka hleypt á eins og manninu sem þú nefndir áðan skilur, hleypt á stað sko til þess að svona reyna að vera einhvers konar hælbítur sko, þú veist, en já, ég held að þetta sé samtryggingin sem að er hér að verki, það getur ekkert annað verið af því að sko ef að Erla sýknuð það kallar ekkert á að kerfið hrynji eða sem sagt að það þurfi að gera einhverja sérstakar lagabreitingar eða neitt slíkt, en það hins vegar þá og þessi afbrot þessi glæpir þeirra sem að raunverulega bera ábyrgð á þessum Geirfinnsson Guðmundamálum, þeir eru auðvitað löngu fyndir og ekki viðvarandi mannskorfin per se heldur varandi rannsóknin alla og það það er löngu fint, það verður engin sóttur til saka fyrir það hvað þeir gerðu
Og það er búið að gera alls konar struktúrbreytingar af kerfinu, þannig að það er líka hægt að segja sér svo að kerfi þarna hefur verið mjög veikt þar sem að saksóknari stundaði sjálfur rannsókn. Ég meina bara þarna nokkrum mánuðum eftir sýningu þáttana þá var sem sagt RLL lagt niður sem að Carl Schütz hafði náttúrulega hannað og stofnað með Hallvarði 77. Það er lagt niður þarna 97 og sem sagt sakadómur hafði verið lagður niður og sem sagt þessi aðskilnaður dómstólana og framkvæmdavaldsins, þetta var allt saman búið sko og er búið. Þannig að ég held að þessi vörn sem að felst í því að halda einu konunni í málinu að sko hún sé með alla sektina af öllu heila Geirfinnsmálinu á sínum herðum. Sem er náttúrulega aumasta aðgerð af hálfu stjórnvalds og ríkis sem hægt er að hugsa sér. Sko, þessi menn þeir gera sér ekki grein fyrir því að skömm þeirra verður svo miklu meiri og stærri og alvarlegri fyrir vikið. Í stað þess bara að horfast í augum við gjörðir sína núna og og leyfa Erlu að njóta réttlætis. Þetta Þú myndir ráðleggja það. Ég held að þeir skömm þeirra mun lengi lífa. Ævarandi, þá fara þeir með það í gröfina. Vilja þeir það? Og þetta mál mun fylgja, þetta er stórt mál í sögu okkar sem þjóðar og samfélag. Þeir hafa möguleika núna á því að gera rétt. Eftir að hafa gert rangt í sko næstum 5 áratugir. Þeir höfðu möguleika. Hann var ekki tekinn svo möguleiki. Nei, hann var ekki tekinn. Þetta var þetta er utan hneyksli sko. Þessi dómur endurupptöku dómstóls er algjört regin hneyksli og þetta mun vera ævarandi skömm íslenska réttarkerfisins. Þannig að ég sé eins og sko bara að sko, réttarfarskerfið hefur algjörlega brugðist og réttaríkið hefur algjörlega brugðist í þessu og það getur ekkit bætt fyrir það núna því það er komið að endamörkum og það eru þetta sko erfitt að láta pólitíkina reyna einhvern veginn að laga það en eitthvað verður að gera ég verður að viðurkenna það ég veit bara ekki hvað það er að gera þessu. Herðu, þú sagðir að þetta málið átt mikil áhrif á þig og svo kemur þetta svona upp aftur og hefur komið upp aftur núna. Varstu búin að sverja það einhvern tímann að ekki koma nálægt þessu máli aftur eða finnst þér þetta svona, kallar þetta á þig að þegar þetta mál kemur núna að bara mæta hér Já, sko, mér finnst ekkert erfitt að tala þetta við þig hér. Mér hefur stundu fundist það mjög erfitt að tala þetta og hugsa þetta. Þetta mál hefur haft mjög mikil áhrif á mig og ég misti trúna á samfélagið sem ég bjó í og á réttaríkið og ég misti öryggis tilfinninguna sem ég hafði alltaf haft í þessu landi ég hef ekki fengið hana aftur af því að ég litið alltaf svo á að meðan þetta er svona eins og þetta er að þá getur þetta gerst aftur og þá geta einhver öfl opererað á svipaðan hátt að nýju. Þess vegna líka hefur verið svo mikilvægt að laga þetta mál sem sagt kalla fram staðreyndir í þessu máli og reyna að fá fram eitthvað réttlæti og sanngirni í þessu og það er alveg sko þyngra en tárum taki að því tækifæri hafi verið klúðrað. Herra Sigursteinn, ég þakka fyrir að koma hérna við rauðaborðið og taka þátt í því að fjallum þetta stóra mál. Já, takk. Og við munum halda áfram hérna, við erum ekki búin að klára að fjallum Geirfinnsmálið, það munum koma hérna aðri gestir og fjallum það. En á morgun að þá verður rauðaborðið á sínum tíma, 8:00, en þá munum við fjalla einhver allt önnur mál og ég segi góða nótt.